Já, góðan daginn og velkomin á Frelsi TV. Í dag útsendingu þar sem ég er nú ekki alveg hálfsofandi og blindfullur. Þannig að kannski ég meiki eitthvað sens í dag og meira segja hugsanlega móðgi færri. En tilgangurinn minn með svona harkalegum vídeósamkomum eins og síðast er ekki til þess að særa tilfinningar þinnar, heldur til þess að gera þig bandbrjálaðan af reiði. Eða brjálaða af reiði. Þannig að ég er búinn að vera svolítið hugsi undanfarið, eða eins og ég nú er oftast held ég. Það eru töluvert af táknum á lofti núna og það er tengja töluvert af punktum á Íslandi akkurat núna. Og allt er góð leið með það svo sem. En ég var á Facebook með komment. Það hefði verið í morgun bara. Það sem ég benti á að rafmagn og Guð er bæði bera nafnið í enskunni og enskan er nú svona upp að vissu marki mjög táknræn fyrir handaveru vonskunnar. Það eru mikið orðum þar sem að bera djúpa merkingu. Og er reyndar lengra aftur en það. er held ég alveg bara aftur á forn egypsku eða hebresku eða hvað ég kalla það. Og það sem að Guð og rafmagn eiga sameiginlegt er að bæði eru ósýnilegt í hvoru kyni. Og því allir hafa svo mikla áhyggjur af því hvað ég er að drekka. Þetta er kaffi, ekki æriskaffi, bara venjuleg kaffi. En sem sagt Guð og rafmagn eru ósýnileg fyrirbæri. Hins vegar geturðu séð afleiðingar af báðu og líka segulsvið er ósýnilegt, en segulsvið er innan rafmagnsfræðinnar. Og hins vegar það sem þú getur gert bæði við rafmagn og Guð er að lýsa afleiðingum þess. Þú getur lýst afleiðingum rafmagns sem eru til dæmis ljósin sem lýsa á mig og útsendingin og allt byggir á rafmagni, ósýnilegu fyrirbæri. Og þannig að þú getur ekki séð rafmagnið, en þú getur séð afleiðingar rafmagns, neista eða rafmagnsmótor snúast eða eitthvað slíkt, eða ljósaperu kvikna. Þetta er allt saman afleiðingar af ósýnilegu fyrirbæri sem kallað er rafmagn. Og sama er hægt að segja Guð.
að Guð er ósýnilegur, eða ég veit ekki neitt sem hefur séð hann, allavega ég hef ekki séð hann, en hins vegar er hægt að sýna fram á töluvert af afleiðingum eða eða já, afleiðum af Guði. Og það eru bara einfaldlega milljónir ef ekki billjónir manna sem geta vitnað um áhrif á sitt líf vegna Guðs. Og sama má segja um flest það sem að byggir undir hjúmanískum vísindaisma. Það eru allt saman svona lýsingar á ósýnilegum fyrirbærum eða fyrirbærum í ætt við Guð. Sko, ástæðan fyrir ég tala um Guð og rafmagn er að rafmagn er nú svona örlítið nær raunveruleikanum og er svo sem hægt að mæla með mælitækjum. En það má líka segja að þú getur mælt áhrif Guðs með mælitækjum líka, sérstaklega á heila fólks. Og það getur verið bæði til jákvæðra hluta og neikvæðra hluta. Og sama með rafmagn. Þú getur notað rafmagn til þess að kveikja ljós og keyra rafmótor, en þú getur líka drepið á rafmagni. Þannig að sama má segja um Guð, að hann getur nýst til góðra hluta eins og kveikja ljós eða lækna fólk eða haft áhrif á ástand fólks, sérstaklega hugarástand og jafnvel líkamlegt ástand. Það er vísindalega sannað með rannsóknum að þeir sem eru mjög trúaðir á Guð eru yfirleitt heilsuhraustari og hamingjusamari. En nú er komið töluvert af nýjum trúarbrögðum og það er trúarbragð, verið að plata þig eða tricksters að sko eins og með rafmagn, þú getur notað það til góðra verka og til slæmra verka. Og sama er með Guð eða trú, að það getur notað til góðra verka og slæmra verka. Og það er athyglivert að Bandaríkjaforseti, Tromparinn mikli, hann sagði litla dæmisögu þar sem hann sagði frá snáknum úti í frostinu sem var að deyja. Og að kemur, eins og hann segir, heimsk kona. Að hún kemur að og segir að voðalega þetta slæmt ástand hjá þér. Og þá segir snákurinn, já, elsku góða kona, bjargaði mér. Og konan er svo góð, ein af góða fólkinu, að hún ákveður að bjarga snáknum og taka með sér heim í hlýjuna. Þar sem snákurinn sér að lífið sínu er borgið. En snákurinn bregst við eðli sínu og bítur konuna með eitruðu biti, banvænu biti. Og þá
hrópar konan, hví hefurðu bitið mig? Þú veist að út frá þessu eitraða biti þínu mun ég örugglega deyja. Þá segir snákurinn: En kæra frú, þegar þú tókst mig inn á heimilið þitt, þá vissirðu að ég var snákur. Látið þetta aðeins sökkva inn í vitund ykkar. Forseti Militia America Mercenary, forstjóri stríðsglæpa heimsins, er að segja þér þessa ofur einfalda biblíusögu. Nú, það eru til fleiri svipaðar dæmisögur og ævintýri eins og það er kallað, eins og þið munið ævintýrið Þyrnirós, þar sem að henni var gefið epli sem var eitrað. Og við munum eftir eplinu í Edengarðinum eða í Paradís. Þar kemur snákurinn og höfðar til hroka konunnar og spyr, eða sem sagt býður henni að bíta af epli af tré viskunnar, eða sem sagt þekkingatrénu. Og það var í sjálfum sér ekkert eitrað epli. Það var ekkert eitur í því epli. En það epli hafði alveg svakalegar afleiðingar. Þar er annar snákur í sögunni og segir: Ja, come on, af hverju geturðu ekki borðað epli af þessu tré? Þetta er fallegasta tréð í garðinum. Af hverju geturðu ekki borðað af því? Og Eva segir: Ja, það er af því það er bannað. Okkur er bannað að borða af þessu tré. En við megum borða af öllum hinum trjánum. Já, af hverju er það svo? Og þarna eru heilmiklar rökræður sem að þið getur svo sem bara lesið í Biblíunni. Og á endanum, eftir samræður við snákinn, þá ákveður Eva að fá mann sinn til þess að borða eplið. Og Adam borðar af eplinu og þau bæði. Og síðan halda þau áfram eins og ekkert hafi í skorist. Og síðan kemur Guð, rafmagnið. Síðan kemur El, Shaddai eða einhver El. Hann kemur og spyr Adam: Bíddu, varstu búinn að borða af trénu sem ég bað þig að borða ekki af? Og segir: Nei, það er misskilningur. Þannig að þetta er ákveðið samningsbrot eða rof á heilindum. Þetta er sem sagt heilindabrot. Og tréð var þekkingin á milli góðs og ills. Er okkur sagt, sko, þið áttu ykkur að þessar sögur eru náttúrulega margendurskrifaðar af alls konar liði.
James konungi, King James útgáfan er svona svipuð og íslensku handritin. Að konungur James ákvað að safna öllu þessu biblíustöffi saman og eins og Árni safnaði öllu biblíustöff eða sem sagt íslenska stöffinu í Kaupmannahöfn og valdi það sem hentaði söguskýringum frímúrarana og brenndi síðan restina. Og sama hefur Biblían oft lent í svona brunnum og veseni. En það er samt ákveðin hugsun sem hefur lifað í gegnum Biblíuna. Og þetta eru allt saman manneskju eða þetta er allt saman mannveru spurningar. Sko, mannverur hafa 2 leiðir til þess að læra. Önnur leiðin er að læra af reynslunni, læra af hinni bitru reynslu eða ekki alltaf bitur, hún getur líka verið góð. Eða þú getur lært af öðrum sem hafa gengið í gegnum einhvern reynsluferil, þannig að þú getur safnað þér þekkingu annarra. Til dæmis hefur þú drukkið heila flösku af arsenik? Nei, sennilega ekki. Af hverju? Af því að það er eitur. Nú, segi hver. Þarftu ekki að læra þetta af reynslunni eins og allt annað. Þannig að rit eins og Biblían, þessi saga Donald Trumps, ævintýrasagan Þyrnirós sem svaf í 1000 ár, muniði. Hún svaf í 1000 ár eftir að hafa neytt af eplinu. Að sko, þú getur annaðhvort valið að hlusta ekki á viskuna og þú getur valið heimskuna og drukkið arsenikið af því að snákurinn sagði þér að gera það. Þú getur verið eins og fáviska góða konan sem að tók inn snákinn á heimili sitt og var bitin og dó. Og þannig að viskan liggur í raun fyrir upp að vissu marki. Og sko, ef ég held aðeins áfram að byggja undir það sem ég er að segja. Við erum núna að byggja sökla undir pælið. Sko, ef að ég segjum það, ég elski eitraða snáka og ég safna eitruðum snákum og ég er með þá heima hjá mér í búrum og gef þeim mýs að borða. Og svo einn daginn þá
deyr nágranni minn út af biti frá eitursnák. Og þegar að menn koma að, þá liggur nágranni minn steindauður og í horninu á svefnherbergi hans er snákurinn. Og hóppisminn vill gera eitthvað í málinu og fer að rannsaka málið. Og það kemur fram við rannsóknina að ekkert endilega ég, þessi nágranni þarna var að safna eitruðum snákum og menn spyrja, þau getum haft það mig áfram í sögunni og spyrja mig er þetta snákurinn þinn sem að fór þarna yfir í hús nágranna þess. Og ég í þessu hlutverki segi bara nei, þessi snákur kemur einhvers staðar annars staðar frá, sko. Þetta er ekki minn snákur, sko. Þeir eru allir hérna, sko. Ég er með bókhaldi yfir það, skilurðu. Ég er með bókhaldi yfir það. Og og menn bara svona, já, ókei. Sjáið þið að þessi skýring mín ef að ég væri byggi í Egyptalandi eða á Sahara eða mörkin einhvers staðar þar sem að slíkir snákar lifðu villtir út um allt, þá gæti þetta verið eðlileg skýring. Hins vegar ef ég myndi búa í Lapplandi þar sem er snjór allt árið eða byggi á Vatnajökli, þá væri þetta frekar ólíkleg skýring hjá mér af því að það er engir snákar í náttúrunni þar. En ókei, einhverjir kannski segja já, en þetta getur verið að einhver snákur hafi dottið af himnum eða það er lifað af veturinn eða eitthvað, þú veist. Nei, ennþá sagan er náttúrulega orðin málsvörnin er orðin frekar lasin, sko. Nú, síðan er farið að rannsaka málið aðeins lengra. Þá kemur í ljós að nágranninn hafði nokkrum dögum áður, þá hafði allir í nágrenninu vissu þá sögu að ég kom að honum að ríða konunni minni og var mjög reiður og hótaði honum öllu illu og þá fara menn að hugsa, já, gæti verið að plebbinn hafi plantað snáknum til þess að drepa nágrannan. Og líka má bæta við að ég var í landadeilum. Ég vildi sem sagt eignast hús nágranna míns. Þannig að ekki bara var hann að skaða líf mitt eða svona kokkola mig, heldur girtist í hús hans líka og vissi það að ef hann myndi deyja þá fengi ég húsið hans ódýrt. Þannig að núna telja hópistar að ráð sé að leggja í réttarhald með plebban mig sem ég er að leika, sko. Og þá er ég ákærður fyrir morð á nágranna mínum og öll þessi sönnunargögn eru lögð fram. Og eitt af sönnunargögnunum er
eftirlitsmyndavél sem að nágranni minn hafði nú falið vel og þar eru upptökur af mér að setja snákinn undir sængina hjá honum og hlaupa svo í burtu. Og á eftirlitsmyndavélinni sést það svona sirka 3 tímum seinna, þá bítur snákurinn nágranna minn og drepst samstundis. Og ókei, þetta er svona, myndum við segja, damaging evidence. Þetta eru svona svaka sönnunargögn. Og þegar betur var að gáð þá hafði þessi snákur verið sá eitraðist í safni mínu, plebbans sem ég er að leika. Nú, síðan byrja réttarhöldin og dómarinn les upp ákæruna. Og ákæran er: þú ert hér með ákæru fyrir morð á nágranna þínum. Og eins og hann er gert í íslensku réttarfari, til vara mannslátraður honum. Eða hvernig það er. Nú, þá sé ég plebbinn sem ég er að leika með tilknúinn að ég sé afleiðingar gjörða minna. Þá tek ég til varna. Og fyrsta vörnin mín er: ég er með fjarvistarsönnun. Nú, já. Þegar að þessi nágranni minn lést samstundis, þá var ég í fermingarveislu þar sem að 300 manns sáu mig. Þannig ég var ekki einu sinni á staðnum. Og það er ekki hægt að dæma mann fyrir verknað sem hann er ekki viðstaddur. Ókei. Það hljómar skynsamlega, ekki satt? Þá segir dómarinn: já, en þú skildir eftir snák sem þú vissir að var eitraður, því hann er svo eitraðist úr safninu. Og með því að skilja hann eftir undir sæng nágrannans, þá vissir þú að þetta yrðu afleiðingarnar. Þú vissir að nágranninn myndi drepast. Og þá er vörn mín plebbans sem ég er að leika: nei, það vissi ég ekkert. Ég er ekki snákurinn. Snákurinn ber ábyrgð á gjörðum sínum. Og það er fullt af snákum sem hafa skrifað undir sæng hjá alls konar fólki sem hafa ekkert dáið. En fyrir utan það getur ekki gert mig ábyrga fyrir gjörðum snáka. Eða þessa snáks eða hvaða snáks sem er. Þannig að þessi réttarhöld eru yfir röngum aðila. Það í raun ætti ég að krefja hér skaðabóta af því að ég er alls saklaus, segir plebbinn sem ég er að leika. Sko, sá sem ætti að sitja hér á sakari bekk ætti að vera snákurinn, sem mér skilst að hafi bara verið sleppt, sem er náttúrulega svakalegt. Það er morðinginn, þau þurfa að fangilsa þann.
Já. Hmm. That's a tricky one. Allt sem ég sagt sem plebbinn í hlutverki plebbans er satt og rétt. Engu logið. Og í raun hefur dómarinn ekkert annað val en að sýkna mig. Af því að ég er sannarlega saklaus. Það er ástæða fyrir því að elítur heimsins hafa verið obsessed með snáka. Það er ástæða fyrir því að sagan segir að Kleópatra hafi látið snák drepa sig. Það er ástæða fyrir því að það var eitur snákur sem að dropaði á Loka og konan hans var að reyna að bjarga honum. Og það er ástæða fyrir því að læknamafían er með snáka 2 í lógóinu sínu. Það er ástæða fyrir því að þetta lið sem við erum að glíma við, andaveri vonskonar í himingeimnum, það er ástæða fyrir því að þau eru obsessed með snákum. Það er þessi ástæða. Og þau eru obsessed með þau eru obsessed með eitur og gull og snáka. Sjáið þið hérna lógóið mitt, eitt af Frelsi-TV lógóinu er með gylltan snák. Eitur nöðru, hornótta snákinn. Ég hef nú fjallað oft hornótta snákinn og svo er fólk á einhverjum rokktónleikum að gefa hornaða snákinn merkið og þykir þetta voða kúl og flott, sko. Og hérna það skilur enginn neitt hvað er í gangi, nema náttúrulega Elíta. Hún skilur þetta og kann þetta upp á 10. Þannig að þarna er gríðarlega mikil blekking eða ekki. Það er sko ég get logið hverju sem er að þér. Ég get boðið þér hvað sem er. Og það er í eðli sínu ekki rangt. Ég get boðið þér að stökkva fram af hæsta skýjakljúfi heims. Og það skaðar þig ekki fyrr en þú tekur tilboðinu. Ég get boðið þér að sofa eina nótt með eitraðasta snáknum mínum. En það mun ekki skaða þig fyrr en þú samþykkir það og ferð að sofa með snáknum. Þess að ég get logið að þér að sé bara óeitraðar. Svo mitt við nóttina bítur hann þig og þú finnur að þú ert að deyja og það segir mér að koma, þú vissir þetta var snákur. Ekki vera svona barnalegur. Þú drífðu þig nú í að drepast. Að hérna þetta er orðaleikurinn sem er alltaf verið að leika við þig daginn út og daginn inn. Og
Og þetta er hið eilífa samtal mannkyns við sjálft sig. Og sko ég tók eftir í bloggrifrildi við hann Helga Pírata þingmanninn, fyrrverandi eða núverandi, hvernig þetta er hjá sjóræningja plebbanum. Og hann ég tók eftir því að hann alltaf fór að gera hann ábyrgan, segja þú berð ábyrgð á þessu. Nei, það eru kjósendur mínir, þeir eru kusu mig til þess að gera þetta. Nú, ert þú ekki ábyrgur gerða þinna? Nei, ég er bara fulltrúi kjósenda minna. Nei, þú hlýtur alltaf að vera ábyrgur gerða þinna. Nei, það var snákurinn sem beit nágrannan, það var ekki ég, sko, það var snákurinn. Að öll þessi pólitíska umræða, allt þetta ríkisástand, kerfið, andaveru, vonskurinn, himingeimnum eða hvað þú vilt kalla þetta. Þetta er alltaf sama lygin. Þess vegna er Satan kallaður faðir lyginnar. Og Jesú er kallaður faðir sannleikans. Og ég hef lýst því vera sannleikurinn sé hóks. Af því að við vitum að þeir sem að kunna propaganda upp á 10 eins og ég, þeir vita að sé sama lygin sögð aftur og bara nógu oft, þá verður sú lygi að sannleika. Og þess vegna hef ég sagt að sannleikurinn sé hóks. Og nú eru menn, sá grein á Vísi í dag þar sem þeir voru að reyna að snúa sig út úr sínu lygabæli, tala falskar fréttir og það sé svo vont. Sko, takið eftir því bara í þessu dómsmáli Guðs gegn Adam og Evu, að þá refsaði Guð Adam og Evu. Hann refsaði ekki snáknum. Því að snákurinn gerði ekki neitt. Hann bara sagði við Evu að ég meina, come on, þóttu borðir af trénu sem að þér hefur verið ráðlagt að borða ekki, ég meina, það kemur ekkert fyrir því. Hann var ekki dæmdur af Guði, af rafmagninu, af elinu. Það er mjög athyglisverð niðurstaða, finnst mér. Og ef að við sitjum lyga starfsemi áróðurs miðilsins vísir.is, ekki að ég sé að leggja vísir í einelti, ég er nú svona bara í mestu viðskiptum við þá. Ég horfi mest á Vísir og þeir gera margt mjög vel og Frosti er náttúrulega snillingur sem vinnur hjá þeim og svona. Að ekki taka því þannig, ég er líka að tala alla fjölmiðla bransann, sko, og Screw You er miklu verri, sko. Þess vegna hef ég ekki verið að tala Screw You af því að ég bara höndla það ekki. Ég verð svo reiður, sko. Þannig að ég nú svona hef leyft mér að hjakka svolítið á Vísir grein.
og hérna, ég er svo sem gefi þjónustu tilbaka, ég er þarna alltaf í fyrsta sæti þegar þeir tala við mig. Og hérna, sko, fjölmiðlarnir hafa fullan rétt á því að ljúga á þér daginn út og daginn inn. Eða sem sagt ekki rétt heldur, það er ekkert Guð í sjálfum sér, ef við tökum hann, svona sem eru oft samansafn af svona umræðum aldanna. Hann myndi segja, já, já, ég meina, ég dæmi ekkert, ég dæmi enga fjölmiðlu, ég dæmi fávitana sem að létu plata sig. Og það er þess vegna sem að ég hef verið að hrópa í eyðimörkinni, Gólem, Gólem. Þú ert heimst Gólem. Það er ekki ástæðulausu. Sko, reiði er kraftur. Þú getur ekki séð reiði, eða? Reiði er ekki til, Axel. Nú. Ertu þá að segja að hatur sé ekki til? Sýndu mér hatur. Sýndu mér það. Myndaði. Sýndu mér mynd af hatur. Ekki afleiðingar hatur. Sýndu mér hatur. Já, en ég meina það er verið að ákæra fólk hérna fyrir hatur. Já, einmitt. Er verið að ákæra það til trúardómstólsins eða klerkadómstólsins sem að frímúrarreglan rekur? Hvað þetta meina? Þetta er dómskerfi, þetta er samfélagsáttamáli. Já, einmitt. Það er svo mikið svoleiðis, sko. Að sko þetta eru bara þetta sem ég verð að segja er í raun tel ég ákveðinn raunveruleiki. Ég hef nú gaman bara að fá komment frá ykkur núna live eða seinna. Hvað í mínum málflutningi er ótengt við raunveruleikann? Sko hérna það er til þess að rúla stórum hópum af fólki þá þarftu að aftengja þau við raunveruleikann og við það sjálft, sérstaklega við það sjálft. Og þess vegna ef þú ferð að horfa á nýjustu smíð andskotans, sem ég kalla Sameinuðu þrjótana, að þá sérðu öll þessi element þar í gangi. Þar ertu með UNESCO sem að gefur sér bersaleyfi til þess að móta hug barnanna okkar. Og til dæmis börnin mín hér í Svíþjóð, að ef að ég fer ekki með börnin í skólann þá mun ríkið taka þau af okkur. Já, þetta er lýðræðis þjóðfélag, það er allir frjálsir að velja það sem þeir vilja. Nú er það. Er það virkilega þannig? Ég hérna hefur lýst því kannski áður, hérna tannlæknastofan sem að er hérna í bænum, ríkis tannlæknastofan eða hvað þetta heitir. Að ég var með smá tannvesen og vildi láta lækna það og ríkisstarfsmaðurinn er svo illa að sér í tannlækningum að hann boraði ranga tönn. Eina tönnin sem var óboruð í mínum kjafti og hann eyðilagði hana. Og hérna þannig að ég bara, oh my god, sko, ég ætla ekki að fara með börnin mín á þessa stofu, sko. Og þá fékk ég bréf. Bara vinsamlega komdu með börnin núna, klukkan 3 á þriðjudag eða eitthvað. Annars munum við senda barnaeftirlitið á þig. Hótunarbréf.
og ég dey nú ekki ráðalaus, þannig að ég keyrði mér til Noregs og réð þar fjölskyldutannlæknir. Fékk vottorð hjá honum að hann sér um tannheilsu Axelsson fjölskyldunnar. Og síðan tróð ég þessu í frjálsa lýðræðisríkið Svíþjóð. Og þeir hafa svo sem látið okkur í friði síðan. Og þetta er náttúrulega hið sænska stál. Þetta er hið sænska lýðræðisþjóðfélag sem allir eru að dást að. Það er nú svona yndislegt, sko. Að sko, á Íslandi þá hefur frímúrarareglan ráðið ríkjum á Íslandi. Sko, Guðjón hefur talað um þetta líka. Já, ef þú ert að hlusta, Guðjón, þá er ég til í djúpkóðun í kvöld ef þú hefur tíma. Sko, á Íslandi frá 1662 sennilega, þá hefur verið svona dansk-íslensk elíta sem hefur bara rúlað Íslandi. Frímúrarareglan. Og það er svona gengið svona oftast vel. En síðan er bók sem að ég hef miklar mætur á eftir frímúrarann Halldór Laxness sem heitir Íslandsklukkan. Og það er mjög fróðlegt að lesa þá bók í samhenginu Platón. Að í Íslandsklukkunni þar er lýst platónsku þjóðfélagi. Þar sem að er Íslandsklukkan gæti alveg eins heitið Hunger Games eða Republic eða hvað sem er. Að þar er lýst þjóðfélagi þar sem að masterinn er hinn danski kóngur á landinu ríkir verslunarstétt sem að vinnur við það að snuða bændur landsins og beitir, og síðan er embættismannakerfi sem eru þessi böðlar og dómarar og sýslumennirnir og allt þetta. Og Jón bóndi er nú svona svolítið svona týpa sem að vafrar lífið og virðist vera algjör fáviti, sko. Eða svona kjáni. Og er svona lýst eins og, eða svona hann er á mörkunum að vera mennskur maður. Hann er svona opaslega ruglingsleg týpa og blaðrar mikið og svona er með life reglulega í bókinni. En hann er að komast að alls konar niðurstöðum, sko. Sérstaklega þegar hann er á fylleríi. Þegar hann er fullur, þá gerast hlutirnir í lífinu hjá honum. Að hann segir mjög fræga setningu í bókinni. Tja, hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann. Og þá er hann að tala um embættismann sem dó á fylleríi með honum og einhverjum einum til. Og þetta er einmitt ein af hans ruglingslegu setningum sem að enginn virðist skilja. En ef þið setjið þetta í samhengi við það sem ég verið að fjalla um, þá gætum við breytt setningu Jóns Hreggviðssonar svona: hvenær drepur maður mannveru og hvenær drepur maður mannskepnu.
að yfirforstjóri hins vestræna heims er að segja þér: "Við erum að senda snáka inn á heimilin hjá okkur." Og snákarnir eru þessar mannskepnur sem ég hef verið að lýsa, sem að Jón Hreggviðsson lýsir, sem að er þetta ofbeldisstjórn, eða sem kallaði kynni sig sem valdstjórn. Það, og meira að segja að við getum tekið Davíð Ægin í þetta, sem að er að lýsa því að þetta lið sem stjórnar heiminum er ekki mennst. Þetta eru eðlur, segir hann, sem eru náttúrulega snákar. Og og þá náttúrulega byrja góleminn: "Ertu að segja, Axel, ertu að segja að fólk sé eðlur? Er það sem þú ert að segja? Ertu að segja að þetta fólk sé eðlur?" Nei, ég er ekki að segja það. Ég er að segja að þeir gætu alveg eins verið eðlur. Af því að eins og með Guð sem er ósýnilegur, en það er hægt að lýsa afleiðingum Guðs, góðum og slæmum. Sama með rafmagn. Það er hægt að lýsa afleiðingum rafmagns, góðum og slæmum. Að sama er hægt að lýsa afleiðingum eðlum, eða eðlu kynsins sem eru snákar og eðlur, og þetta er allt saman það kyn, að það er hægt að lýsa afleiðingum snáka. Og ef þú horfir á þetta fólk sem að skipar valdstjórnina, þá er eðli þeirra nær snákum heldur en mannverum. Það er það sem verið er að segja. Axel er að segja að forsetinn sé eðla. Hann er að segja það. Já. Axel, og hann er að segja að forsætisráðherra sé eðla. Hann er að segja það, já, hann er að segja það. Og svo heldur hann að tunglið sé ostur. Já, hann bara trúir þessu öllu, sko. Já, hann er ekki að trúa þér. Já. Einmitt. Það er svo mikið þannig. Eðlilega er það þannig. Þannig að það er mannvera í þessu plebbadæmi sem ég var að lýsa áðan, plebbasögunni minni. Mannvera í þessum kringumstæðum þar sem að nágranni minn fór illa með mig. Mannvera myndi vinna sig út úr þeim kringumstæðum á þann hátt að segja skilið við konuna sína sem er að ríða nágrannanum og fara eitthvað annað og byggja upp sitt líf þar. Finna annað fólk sem að haga sér ekki svona. Mannvera
mundi ekki girnast hús nágranna síns. Mannvera mundi frekar byggja sitt hús sjálf ur og, og gleðjast yfir að nágranninn hafi hús, sko. Mannskepna mundi gera það sem eins og í sögunni, mundi skilja eftir snák sem hann veit að mun drepa nágrannann og, síðan kjafta sig út úr því einhvern veginn. Segja að snákurinn, þetta var ekki ég, þetta var snákurinn. Það er eðlislýsing á mannskepnu. Það er skepnuskapur. Og, það sem að gerist í, sögunni í Edengarðinum er að Guð, sem er sannlega eða rafmagn, við getum kallað það hvað sem er, eða segulmagn eða skiptir ekki máli. Ég kalla það Guð í þessum heimspekilega umræðum. Að, Guð, sagði við Adam og Evu, ég er að leggja Guði orð í munn, skilurðu, að, hann í raun sagði, eða gæti hafa sagt, þannig túlka ég merkingu orðanna, að hann var í raun að segja: "Verið þið mannverur og þá munuð þið lifa í paradís." Það er sem hann var að segja. Og þetta hefur verið teiknað upp sem skilningstréð, að hafa skilning góðs og ills, að þú verður Guð. Þú ferð að dæma, eða sem sagt, þú ferð að segja hluti eins og: "Já, þessi nágranni minn, sko, í fyrsta lagi er hann að ríða konunni minni, sko, og í öðru lagi þá er hann nú, þú veist, við getum bætt einum effekt inn, að hann skuldar mér peninga, sko, og, þannig ef hann deyr þá fæ ég húsið hans fyrir þessa peninga sem hafa verið verðlausir, sko, eða hugsanlega bara eitthvað skuldabréf sem hann bjó til sjálfur, sko. Þannig að hann er alveg garanteraður að eignast húsið." Að, sko, þetta er svona skilningur, eða þetta er svona, sko, þú ferð að dæma hvað er gott og hvað er illt á mannlegum grundvelli, á þínum eigin forsendum. Og það er þegar þú hættir að vera mannvera og verður mannskepna. Það gerist svona. Og þess vegna sjáið þið að mannskepnustofnunin, kaþólska kirkjan, sem að var frá 1302 allavega í mjög, og er ennþá að með þetta unum santi dæmi og allt það, sko. Þá búa þeir til svona hugtak, eða sem sagt, þá lýsa þeir því yfir að þeir eigi allar sálir heimsins. Og þar með, þú veist, og síðan fóru þeir, eða sem sagt, þeir sem að sögðu bara: "Fuck you, veist, þú átt ekkert sálin í mér." Þeir voru sakaðir hatursorðræðu eða eitthvað, skilurðu. Og, til þess að bjarga sálu þeirra þá voru þeir brenndir á báli. Af því að þessi stutti eldbruni á torgum bæjarins myndi bjarga þeim frá hinum eilífa bruna. Og þessu trúði fólk og það brenndi hundruðir eða þúsundir af fólki. Og who gives a shit?
þeir sem brenndu fólkið þurftu ekkert að svara fyrir gerðir sínar. Alveg eins og snákur sem að ég hef ekki séð einn einasta snák í fangelsi neins staðar, ekki einu sinni í Ástralíu. Að sko af hverju erum við ekki bara snákar? Af hverju erum við ekki bara rottur sem borða börnin sín? Eða hamstrar, þeir eru nú sætir. Við getum verið hamstrar. Veist, af hverju erum við alltaf með þessa komplexa? Af hverju erum við að standa í því að vera mannverur? Það hlýtur nú að vera eitthvað sem maður velti fyrir sér á síðustu og verstu tímum. En það sem að er í gangi núna á Íslandi og ástæðan fyrir því að ég get sagt fyrir hluti á Íslandi upp að vissu marki er að ég skil tungumál snákanna og ég veit ekki, þegar þú hlustaðir á Trump fara með þessa sögu af snáknum og konunni, skildirðu hvað hann var að segja? Sáuð þið greinina sem ég birti, held ég, á stjórnmálaspjallinu og á mínum grúpum líka, þar sem að það er skjalfest að kosningar á Íslandi eru manipuleraðar af CIA. Það er documented staðreynd í dag. Sem þýðir að öll valdstjórnin á Íslandi er ólögmæt. Allt sem það hafa gert er glæpir gegn mannkyni. Og Jesús segir, gjörið öðrum eins og þér vilji aðrir gjöra yður. Og þá fer maður nú að setja hlutina svolítið í samhengi. Ég hlustaði nú í gær á Ríkisútvarpið, aldrei þessu vant. Það sem var einhver plebbi að réttlæta sem sagt morð á ungum mannverum. Það kalla þetta þungunarrof í dag. Sem þýðir sko ef að einhver útbýr sig til að drepa einhvern og sá sem að ráðist á ver sig, þá er það sjálfsvörn. Sá sem að ráðist gjöra öðrum eins og þið vilja aðrir gjöra yður. Hann er sem sagt að leggja á pókerborðið er hann að leggja lífsrof. Hann ætlar að rjúfa líf einhvers annars. Og þá er hægt að beita sjálfsvörn á sama stigi. Og íslenska valdstjórnin hefur rofið líf þúsunda, tugþúsunda, ef ekki 100.000 Íslendinga á og réttlæta með orðinu fóstureyðing. Gjöra öðrum eins og þið vilja aðrir gjöra yður, skilurðu. Það þýðir það að í raun er það sjálfsagt mál að Jón Reggusson rjúfi líf
valdstjórnarinnar. Eins og hann sagði: „Hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann?“ Jón Hreggviðsson í þeirri stöðu sem hann er í og í því ástandi sem hann er í, þá getur hann í raun rofið líf í sjálfsvörn. Og, íslenskir víkingar eru undir yfirlýstum árásum. Það er búið að lýsa því yfir, forseti Bandaríkjanna er búinn að segja það, að þeir séu eitraðir snákar og ef þú hleypir þeim inn, þá áttu bara skilið það sem snákar gera. Þetta hafa ákveðnir Íslendingar gert, sem ég hef kallað kanamellur og Brusselhórur. Að þetta lið er að eyðileggja ekki sko, fyrst reyna þeir að rjúfa líf ungra Íslendinga á fyrstu dögum lífsgöngu þeirra eftir Saigot. Síðan reyna þeir að eitra fyrir þeim með alls konar drasli. Síðan reyna þeir að eitra fyrir þeim, já, með mat og bóluefnum og öllu þessu eiturdrasli. Síðan sitja þeir þessi ungu líf í pyntingabúðir sem að kallaðar skóli eða dagheimili eða eitthvað slíkt, sem er alveg skelfilegar pyntingabúðir. Og og núna er greinilegt að það er verið að eitra fyrir Íslendingum bara eins og skordýrum. Sko, við munum þegar að chemtrail umræðan byrjaði. Þá man ég: heyrðu, hvað eru þessir rosa hvítu strókar aftan á flugvélum? Já, þetta er bara contrail, svona gufa, eins og andar. Ókei. Ókei. Já, ókei. Svo núna kemur hvítur reykur aftan á flugvélunum sem breytist í svartan reyk skyndilega. Og svo eru flugvélar sem eru bara með svartan strók aftan á sér, fljúgandi yfir okkur allan daginn. Já, þetta er svona svart contrail. Já, það kemur svona svart. Fólk bara: já, ok. Þetta er bara svona contrail. Ef ég tala um þetta þá var allir svo reiðir við mig á Facebook. Einmitt. Ekki viljum við vekja reiðiguðinn. Já. Ekki nóg með það. Ég hef séð þetta með eigin augum, sko. Ég hef séð flugvél fljúga og reykurinn skipti frá hvítum yfir í svartan. Og ég bara: wow. Og ég hef séð flugvélar, þær fljúga nú 20-30 á dag yfir með herflugvélar, með trail og eftir sér. Ég er með Flight Radar 24, það er ekki svona margar flugvélar á honum. Og þeir eru líka með doppelspreyjara, sko. Það er hvítur og svo sérðu við vissar aðstæður þá skilur svarta efnið sig frá þessu hvíta. Þannig að það er verið að eitra fyrir mannkyni. Og sko, muni eftir Zika fyrirbærinu þarna í einhvers staðar þar sem að fólk, börn byrjuðu að fæðast með hálft höfuð eða hvernig það er. Og því var kennt Zika-vírusinn. En vírusar eru eins og Guð, rafmagn, DNA og allt þetta.
að rafmagnir vírusar eru ekki til, en það er til aðgerðalýsing á því. Sko, vírusinn er blekkingin, eitrið er raunveruleikinn. Og til þess að komast upp með það, til þess að eitra fyrir heilum þjóðum eins og við gerum þarna í Suður-Ameríku, þá spreyja bara eitri. Þetta var bara dýrt eitur sem þeir spreyjuðu. Og það var alveg það er engin deila um það að dýrt var spreyjað yfir þessi svæði, bara eins og enginn væri morgundagurinn, skordýraeitri. Og þetta er reyndar 2 þátta eiturstarfsemi, það er eitur og síðan eru bóluefnin að vinna saman, það er svo epoxy. Þú getur ekki selt epoxylín, en þú getur selt efni í epoxy. Og sama er með þetta, að þetta eru 2 þátta eiturstarfsemi. Og coverið er vírus, Þetta er Zika-vírusinn sem er að valda þessu. Og við verðum að spreyja meira, af eitrinu til þess sem að orsakaði þetta í upphafi. Og þeir voru að segja fólki að setja dýrt skordýraeitur á húðina á sér. Sem er alltaf bara sturlun, Og og þessi eitur sem verið er að beita núna valda þér heilaskaða. Þú hættir ég skal sita á eftir, ég skal sita sita vídeó viðtal við hann það sem að Mike í Natural News var að tjá sig þetta á VeetMe. Ég líka hef sett það á stjórnmálaspjalli held ég og hvort ég sett það á Frelsi TV grúppuna. Að fyrir nokkrum árum þá kom Billy Gatt fram og sagði það var alltaf mikið fólk í heiminum. Þetta lið, þessi elita, snáka elitan er obsessed með það séu mikið af fólki. Useless eaters and breathers, kalla það fólk. Og þeir hafa lýst því yfir bara að þeir vilja drepa. Og með þessi að Fabian Society sem er mikið þessi jafnaðarmenn koma þaðan. Og þeirra merki er úlfur í sauðargjörum. Og þar Bernie svo sagði þeim að hann vildi óska þess að vísindamenn fyndu upp mannúðlegt gas til þess að drepa fólk. En ég sjá stundum lækna eða svona fólk segja já, hann lét samstundis það var ekki betra eins og með hana í snákasögunni áðan. Eitt af varnaræðunum mínum væri þá væntanlega sem í hlutverki plebbans. Já, en hann dó samstundis, hann kvaldist ekkert nágranninn, það er bara gott mál. Það deyja allir samstundis. Það er bara, þú ert lifandi, 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 þú ert dauður. Dauður. Það er þannig hjá öllum, Þannig að elitan býr alltaf til eitthvað svona, já, hann lést nú samstundis, og hann kvaldist ekkert, Já, frábært, Eða já, þetta var mannúðlegt, að drepa þetta fólk. Nú, já, það er mannúðlegt að rjúfa líf Íslendinga, þeir eru bara 3 daga, eftir sækótt, þá er bara mannúðlegt að deyða þetta. Þú veist, stundum sagt, öll stríð eru út af trúarbrögðum. Nei, öll stríð eru út af heimskum mannskepnum.
þú veist, mannskepnur sem eru ennþá bara í frumskóginum, hafa aldrei skilið þetta mannveru-konsept. Gerið öðrum eins og þið vilja að aðrir geri yður. Sko, ég vil náttúrulega taka það skýrt að mín rök eða mínar skoðanir eru þær að mannvera hefur aldrei rétt til þess að rjúfa líf annarra mannvera. Það er rangt. Eins og Ken og Abel bræðurnir, að Ken var með allt niður um sig og allt var alltaf bara í einhverju veseni, sko, og nennti ekkert að gera neitt eða rækta garðinn sinn eða neitt, sko. Þannig að hann sá að Abel var óbúslega duglegur og gerði óbúslega mikið af góðu stöffi, sko. Og Ken var alltaf að tala við Guð: já, af hverju ertu alltaf að hrósa Abel, af hverju ertu ekki ánægður með það sem ég er að gera? Og Guð svaraði hann bara: ég meina, þú ert bara aumingi og drullusokkur, þú ert ekkert að gera neitt að viti, bara hálfviti. Og ég vona ég sé ekki að víxla nöfnunum, en Ken sem sagt sturlaðist yfir þessu og drap bróður sinn, alveg eins og í hinni snákasögunni. að það er í Biblíunni önnur saga af Jesú, þar sem hann var í eyðimörkinni með Satan, djöflunum. Og þar er honum boðið stjórn yfir öllum heiminum og yfir því sem að kalla er ríki Satans, og hann hafnaði því. Og ef þú lest aðferðafræði bækur Learned Elders of Zion, Jú, það er bara einhver lyga bók, sko. Það er bara, þetta var einhver svona, þetta er ekkert svona bók, sko. það skiptir ekki máli, það er bara það sem stendur í henni. Að sú bók segir að það er eftirtektarvert að meirihluti mannkyns eru mannskepnur og minnihluti mannkyns eru örfáir eru mannverur sem eru tilbúnir að fórna eigin velferð fyrir aðra, sem að þýðir að næstu í allir, samkvæmt Elders of Zion, næstu í allir myndu taka tilboðinu sem Jesú fékk. Já, ég skal rúlla Íslandi, sko, ekki málið. Já, þá verður að drepa þetta fólki. Já, ekki bara sé ekki mín fjölskylda, sko, þá er það skýt saman. Og við vitum líka að valdafíkn eða vald er sterkari fíkn heldur en sterkasta eiturlyfið sem hún getur fundið. Þannig að það er ekki nóg með að þetta fólk sé bara á sterkasta eiturlyfi veraldar, hikandi ekki við að drepa heilu þjóðirnar. Reyndar eru þeir flestir íslensku valdstjórnarplebanir að drepa fólk í öðrum löndum, eins og Afganistan. Þar er verið að pynta fólk og nauðga daginn út og daginn inn og selja í kynlífsþrælkun og allt það sem að þeir ásaka múslimum að gera eru Íslendingar að gera í Afganistan í dag. Allt sem þeir eru að gera. Og þegar þeir eru búin að gera einhver hryðjuverk í Evrópu, eða svona leiksýningarhryðjuverk, gladió-hryðjuverk, þá fá þeir að ríða 72 börnum í Afganistan. Hreinu meyjónum, skilur. Og eða drengjónum, þetta er nú svo miklu plebbara, það nú verið nú. Að á Íslandi núna sjáum við að sem að Guðjón greindi mjög vel í vídeói sem hann gerði núna held í gær, að þessi kettling hann á Reykjavíkurborg sem þykist allt í einu vera að koma með Alzheimer, þessi mikla umfjöllun
Silicon-verksmiðjunni í Reykjanesi. Þetta eru allt saman cover stories eituráhrifin sem fara að byrja að kikka inn núna á almenning á Íslandi. Þessi eiturefnaárás sem í gangi gegn hinu vestræna heimi munu leiða til þess að þetta eru eiturefni sem beint gegn heilanum á þér. Og þessar fréttir hjá fjölmiðlunum eru sem sagt undirbúningur undir það að eru PR-deild útrýmingarstofnunar snákanna sko. Að núna allt í einu hættur að muna sko, það bara það var einhver ung kona sem að fékk Alzheimer sko, þetta nú svona bara eitthvað vírus eða eitthvað, þú veist. Og reyndar líka árás á öndunarfærin og það náttúrulega bara því að Billy Gates sagði það. Hann sagði bara að frá tölvuskjáninum getur komið vírus og þegar hann talar vírus þá hann að tala eiturefnaárásir. Hann aðaleigandi af einu stærsta efnavopnafyrirtæki heims fyrr og síðar sem á kafi í matvælabransanum fyrir einhverja hundarlega tilviljun. Og hann einfaldlega sagði opinberlega að það muni koma fram vírus á tölvuskjánum sem mun síðan breiðast út allt vestræna hrepp sem eiturefnavopn og það muni leiða 30 milljónir manna til dauða vegna öndunarfærasýki sem gæti verið disinfo að sko, reyndar eru þessi sko aluminium sem að spreyjað og baríum, það fer upp í nasarhólunar og það örþunn himna upp í heilan þannig að þessi þungmálmar og svo eru sko fullt af nanotækni sem hefur ekkert verið opinber ennþá og það hafa lekið út vídeó þar sem að alls konar fuglar að bjóða bandaríska hernum sýklavopn sem að ráðast á ákveðnar stöðvar heilans. Ég held reyndar að í hernaðaraðgerðum þá alltaf nota bara einfaldasta leiðin og einfaldasta leiðin bara að spreyja eitri yfir almenning. Og reyndar hugsanlegt sko, eins og ég hef sagt ofta áður, þeir vilja ekki drepa alla sko. Ég reyndar held að það mögulegt að þeir vilja bara drepa alla. Þetta orðið gjörsamlega sturla leið sko. Ég meina, hverjum dettur í hug að spreyja svörtu skordýraeitri yfir mannabyggðir? Já, þetta kontrill. Svona gufa, eins og manstu þegar þú andar í frosti. Já, þetta svart. Já, þetta náttúrulega hinir nýju kolamótorar í flugvélunum sko. Þetta keyrt áfram á kolum. Svo lestanar. Manstu lestanar voru sko þetta eru svo augljósar lygar og blekkingar. Það svo augljóst hvað verið að gera. Að það sem að Donald Trump á við sennilega bara rétt hjá honum. Þú heimska kona tókst mig inn og ég snákur. Eðli mitt að bíta með eiturbiti. Það eðli mitt. Og sama með þessa nýja holskeplu af stjórnmálamönnum eins og Þórhildur Sunna og þetta pakk frá Sameinuðu þjóðunum sem alltaf að láta að hórast í Brussel. Þetta eru snákar. Ég hlustaði á hana þarna á útvarpi Sögu og bara oh my god. Ef þið hlustið á þetta viðtal aftur og aftur og aftur, ég hlustaði á það tvisvar, þá heyrðu að hún segir eitt sinn við Pétur. Hún segir það hringdi einhver inn hérna í þessu útvarpsstöð
eins og bara eftir lögum landsins, þá má gera það. Og svo kom einhver með eitthvað sem hún túlkar sem hatur og ég segi þá sýndu mér hatur, sýndu mér eins og með Guð, sýndu mér Guð, þá skal ég trúa, þú veist, ég bara Tómas með þetta, sýndu mér hatur, ekki sýna mér hugtak, sýndu mér raunveruleika, sko, þú getur ekki dæmt fólk fyrir hugtök, þá ertu orðinn trúardómstóll, sko. Og hún segir við Pétur, já, það var eitthvað sem sagði eitthvað svona haturslegt og þú þagðir. Og það er glæpurinn. Það er hatursglæpur að þú þagðir. Nú. Það er sem sagt glæpur að sitja og gera ekki neitt og segja ekki neitt. Það er allt í orðið glæpur. Þannig að þetta tuð hennar var alveg ótrúlegt, sko. Og svo var hann alltaf svona, já, ég er mannréttindalögmaður. Ég er með mannréttindalögmaður frá Sameinuðu þjóðunum. Ég er með mannréttindalögfræðipróf frá þeim, sko. Já, bara taktu og tróttu upp raskataður, sko. Þýðir ekkert fyrir mér. Mannréttindi eru blekking. Mannréttindi er trú. Það hefur, þú mátt trúa hverju sem þú vilt, en það hefur engin áhrif á mig. Og það hefur ekkert með mig að gera. Þannig að trúardómstóll Sameinuðu þjóðanna getur bara prumpað eins mikið og þeir vilja og runga hvor öðrum daginn út og daginn inn. Það hefur ekkert með mig að gera, eða mitt líf. Og þetta var bara, oh my god, sko. En í þessum átökum Útvarp Sögu og Brusselhórana og Kanamellnanna, þá endurspeglast valdabarátta á milli hinna gömlu frímúraraníðinga sem eins ég var að segja þannig, hafa verið hér að runga fólki, að ríða fólki í raskati frá 1662 undir vernd Danakonungs og þessara nýju Sameinuðu þjóða kirkju, sko, sem er byggð upp og fjármögnuð af kaþólsku kirkjunni. Og kaþólska kirkjan er satanískur söfnuður sem að þýðir það að þeir og mikið, sennilega allir söfnuðir satanískir, sko. Já, út í það er farið. Þetta er, sko, og ekki það að satanískur þarf að vera eitthvað neikvætt, skilur, ég er ekkert endilega að meina það þannig heldur. Ég er bara að reyna að greina frá raunveruleikanum eins og ég sé hann. Það er eins og ef ég segi, já, nú var samt að taka mjög eitraða snáka í rúmið með sér þegar þeir til að bíta. Þú hatar bara snáka. Þú hatar snáka. Nei, ég bara benda á eðli snáka. Þeir eiga til að bíta þannig að maður deyr. Sem er ósköp hentugt ef þú ætlar að, eins og Kleópatra, að ganga frá þér sjálfur, þá er það allt í lagi, skilur. Það geta allir gert það sem þeir vilja, en ég bara segja þér einfalda raunveruleika. Eins og til dæmis ef þú situr hendina þér inn í eldina, þá brennur þig. Þú hatar eld. Þú hatar eldin. Nei, eldur, ég meina við kynntum húsi, við höldum okkur heitum með eldi. Við notum eigum kamin og heitum upp húsi með eldi stundum. Ég getur ekkert sagt svona, þú bara hatar eldin. Fólk er orðið svona ruglað. Það er bara heila skaða, heimskingir. Það er bara eitt stórt skemmti atriði að hlusta á. Fólk tala í útvarp alveg í fullir alvöru. Eins og þetta viðtal Sunnu við Pétur og Arnþrúði. Öll þrjú voru að tala í fullir alvöru. Bara heimsku. Bara já, bla, 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 bla.
Já, en það stendur í fjölmiðlalögum já, en það er réttindi sem lifa. Já, en það er bara veist. Í fullri alvöru. Þetta er ekki einu svona kynnt sem stand-up comedy. Nei, þau eru bara að tala þetta í alvöru. Þetta er bara raunveruleikin þeirra einhvern veginn. Ha? Já. Já. Það er nú svo. En þeir eiga svolítið erfiðleikum með að réttlæta. Eins og með umræðanum. Hvað heit það? Hvað heitir það? Sódóma og Gómorra, já. Sódóma og Gómorra er Nagasaki og hvað heitir? Hiroshima. Það eru samkynja borgir. Og kjarnorkusprengjur er ekki til eins og þið vitið. Það eru bara til eldfosfórsprengjur sem eru sennilega mjög tæknivætar í dag. Og aftur er sko eins og með vírusana sko. Vírusar eru lygasögunar í kringum eiturefnavopn sem verður að beita. Af því að eins og með læknir sem kemur til þín, segir, já, hann eða hún dó samstundis. Það breytir einhver sko. Viðkomandi er alveg dauður. Þá er það sama með sko, já, þetta var vírus sko. Þetta var vírus. Og veist, þetta vírus. Drakk hann ekki hálfan lítra arsenik? Já, þetta var bara vírus sko. Nei, hann drakk arsenik. Nei, það var vírus. Það var ekki með eitrun að gera. Já, það er öll einkennin af arsenik dauða hérna. Og yfirgnæfandi magn af arsenik í viðkomandi. Nei, þetta er bara vírus. Þetta er hippavírusin. Hippovírus. Það sko það er sama með tunglið eins og ég hef sagt stundum að okkur er sagt og allir trúa því að tunglið orsaki flóð og fjör hafsins. Og ég náttúrulega snýr þessu við og sagði, nei, hafið gengur í bylgjum sem myndar flóð og fjöru og tunglið er staðsett á flóð og fjöru. Nei, þetta getur ekki staðist sko. Þetta bara ekki séns. Og svo heyrði ég mitt þessa stutta tíma sem ég hlusta á Screw You, þá var að vera að segja hvernig vísindamaðurinn fyrst hefði komist að jörðin væri hnöttur. Það var þannig að hann setti þegar sólin var beint fyrir ofan og hann sá speglun í brunni, þá vissi hann hvar sólin var. Svo var hann með einhverja vini sem mældu skuggan af einhverjum trjáspítum og þar með gat hann fundið út hvernig jörðin beygist og bogast. Nei. Hann er ekki með fjarlægðin á sólinni. Og svo sagði þessi vísindamaður sem var að segja þetta getur, nei fyrirgeðu, ég var að hlusta á Joe Rogan, það var einhver vísindamaður þar, einhver af þessum plebbum. Og hann var að segja þetta getur hvaða skólakrakki sem reikna bara sem kann þrívítar reikning.
En það ekki rétt hjá honum. Þessi vísindamaður sem talaði þarna, hann vissi ekki hvað sólin var langt í burtu. Hann var ekkert með málbanda sem hann gat mælt það. Þannig að þetta var bara skáldskapur hjá honum. Og þessi spýtumæling og þegar sólin stödd akkurat getur líka þýtt að sólin bara miklu nær heldur en menn trúa. Og þess vegna leita maður að einhverjum svona mólum sem afsanna kenninguna. Kenningin sú að tunglið togi í saltvatnið, sjóin, sem valdi flóð og fjöru. Og þá spyr ég, af hverju hækkar ekki kaffið, eða hverju hækkar ekki kaffibollan hjá mér eða fiskibúrinu hjá mér eða ferskvatninu sem hérna við hliðina. Það ekkert flóð og fjara þar. Það alltaf bara sama hæð. Og eina flóð og fjara sem kemur þar stíflur eða virkja, skilur. Þá láta þær vaxa í lónunum og svona. Það ekki tunglið sem stýrir því, sko. Og sama, ef að tunglið hefur þessi áhrif á vatn, þarf þá ekki að breyta díselverði eftir flóð og fjöru, eða eftir tunglinu. Því að ef að tunglið að toga upp díselin, þá væntanlega það breytilegar mælingar. Þannig að, sko, veist. Já, þú ert bara samsæris kenningasmíður, sko. Nei, þú ert bara fáiði. Veist, þá bara springa allir öryggin í fólki. Það bara, veist. Já, minna það, ég þarf að kaupa öryggi. Við erum hérna gömlu skrúuöryggin. Nei, það er ótrúlegt að sjá heimsmynd biblíunar myndast hægt og sígandi í okkar nútíma. Það er alveg ótrúlegt að sjá það. 2 tímar komnir. Nei, það stemmer nú ekki. 1,5 komin. Þannig að, sko, það það sem að elitan þarf alltaf að gera að brjóta lógík. Hún getur ekki rekið skipulagða glæpastarfsemi sína nema að brjóta lógíkina. Og það þess vegna sem að guðlasti var fundið upp til dæmis. Og það þess vegna sem að þeir eru að nota núna nýja guðlasti sem heita haturs eitthvað. Nákvæmlega sama hluturinn, sko. Að, sko, það hefur enginn getað sannað áþreifanlega að Guð sé til. Og það getur enginn sýnt mér Guð núna, til dæmis. Sama með hatur, það getur enginn sýnt mér hatur. Og það getur enginn sýnt mér rafmagn. Þess vegna mátti alveg segja að rafmagn sé fjársvikastarfsemi, því að það engin sýnileg vara. Það bara sýnilegar afleiðingar. Að sko, það sem að skiptir svo miklu máli þetta gjörið öðrum eins og þið vilja aðri gjöra yður. Ég hatur, ég hata alla jafnt. Það alveg rafmagnað. Góður. Þetta til í djúpkofinu í kvöld, meistari? Gói Ellis Reinberg. Þannig að ég í raun búin að sýna fram á það og sanna með óvíkjandi hætti og kalla ég þá eftir antiþísus hér ef að menn eru með hann. Það nú enginn sem hefur komið með antiþísus á móti neinu sem ég hef sagt. Að þá starfsemi valdstjórnarinnar, skipulag glæpastarfsemi, og að grípa til sjálfsvarnar gegn þeirri
skipulögð glæpastarfsemi réttmætt. Ég í djúpköfun í kvöld. Meistari Guðjón Reynberg hefur samþykkt djúpköfun. Það ekki fyrirsögn á vísir.is og eftir djúpköfun í kvöld. Falskar heimspekikenningar og hattur. Klukkan hvað er að skella í það, meistari? Ég 2 tímum á undan núna, þannig að það má nú ekki vera mjög seint, sko. Ég var fullur, bara var eitthvað við því. Ég sötrað rauðvín á hverju kvöldi. Það þú ert alkohólisti, Axel? Nei, ekki, nei. Ég ræð. Ok. Klukkan 4. Já, 7. Nei, það nú kannski, segjum 8. 8, það þá 6, nei 8, 7, já 6 í kvöld það, já. 8 fínt. 6 á íslenskum tíma. En sama með DNA. DNA blekking líka. Það bara lýst afleiðingum af hlutum, eins og veist, ef hestur ríður hesti þá kemur hestur. Já, þetta DNA. Nei, þetta Guð. Nei, þetta rafmagn. Það getur verið bara hvað sem skilurðu. Og það bara spurning trú, hvaða útskýringu þú velur. Já, ekki vísindamenn. Vísindamenn ekki, þeir geta látið hest ríða hest og hestur kemur alltaf hestur. Það manni vísindamenn vita það. Já, og hvað? Guðmenn vita það. Eða veist, það er engin sem trúir á Guð að mæla á móti því að hestur ríður hesti þá kemur hestur. Nei, bara Guð segir að það er ekki þannig að kemur hestur ríður hesti þá kemur lamb. Veist, það er ekkert debate þarna. En einhvern veginn vísindamenn einhvern veginn sem bara, já, þessi trúar plebbar, sko, þeir bara trúa öllu bara ósannað, sko. Já, trúið þú á rafmagn? Já, rafmagn í heiminum og það er svona og svona, það er að mæla svona, já. Hann hefur séð rafmagn? Nei, enginn hefur séð rafmagn. Nei, enginn hefur séð Guð. Það er sama. Það er bara verið að lýsa ósýnilegum hlutum. Trú það sem að ég man ekki hvernig var það. Trú það sem að fullvissa það sem að augað getur ekki séð. Eða sem ósýnilegt. Að sko DNA alveg svakalega svæsin blekking og ótrúlega mikil blekking. Ég var að hlusta á David Wilcox Wilcox. Það heita allir Dick og Ike og Cox og eitthvað þessi kallar. Og hann var að tala eitthvað DNA. DNA var mælt af einhverjum rússneskum vísindamanni. Svo sýndi hann 3 myndir. Hann var til af því að ég sýndi ykkur 3 myndir á honum. What? Það sannar ekki neitt. Sýnir þú með 3 myndir af einhverjum kalli. Já, hann var með svona eitthvað búr og þar sett hann í það ljós, eða hann tæmdi búrið eða rörið eitthvað, svo sett hann ljós og þá kom svona, og svo sett hann DNA inn og þá kom svona DNA-spírall og svo tók hann DNA-ið út og þá hélt ljósspírallina, þetta bara túlkun á reykkornum, sko. Veist, ég get tekið eitthvað bara mynd af reykkorni og sagt, þarna Guð, þarna séru fingrafar Guðs á universinu og þú veist, þú getur bara búið til einhverja sögu röntgen eða svona örmynd af reykkorni, sko. Og saman með vírusa, þetta getur allt bara verið dauðar hvítar frumur sem að redda málunum. Nei, þetta vírus, þetta vírus. En af hverju þurfið þá að setja formalín í vatnið í Afríku þar sem að drepa fólk út úr ebólu? Já, ebóla vírus, við eigum mynd af því. Já, einmitt. Eins og þegar ég myndir að galaxíunum. Já,
Vegumynd á galaxí, já. Já, einmitt. Það getur bara verið hvað sem er. Galaxíið getur verið prumpvindur Guðs. Og það sem þið náðu mynda var bara þegar Guðgreyið var að prumpa. Getur alveg verið. Nei, þetta er galaxí. Nú. Hérna er svolítið athyglisvert núna að þið að fylgjast með umræðinu flötujörðina. Og hérna, þá voru menn með svona, hafa verið að kaupa iðnaðarleysir til þess að reyna að mæla vatnsflöt. Og síðan fara þeir sikkur megin eins og frá Reykjavík og yfir í Akranes og síðan með leysir og reyna að sjá hinum megin, sko. Leysirinn, til að sjá hvort að vatnsborðið sé flatt. Og hérna, ég alltaf þarf að skilja eitthvað annað heldur en sem þeir eru að sýna mér. Ok, þeir eru búin að sýna fram á það að vatnsborðið alveg renni slétt alveg marga kílómetra. En það sem ég tek eftir eins og er að þegar leysirinn kemur yfir svona marga kílómetra, að þá er hann orðinn bara svona feitt ljós, sko. Og þetta er kannski bara einhverju 10, 15, 20, 50 kílómetra sem verður að skjóta leysirnum yfir. Og svo er verið að segja okkur að galaxí milljónir, 100.000 skriljón, trilljón kílómetra fjarlægð er þessi stjarna sem kemur hérna og þú sérð svona punktina af stjörnunni. Er það með leysir einhver þarna gaurar upp í þarna stjörnuhimninu sem einhver ljósmyndari tók myndir af? Nei, þetta er bara svona stjarna sem lýs. Bara svona stjarna. Já, en byrju, ef að þú getur ekki verið með fullkomnasta leysir á jörðinu og getur ekki farin um örfáa kílómetra öðrun að leysirinn bara spretar sér út um allt. Hvernig getur á stjarnar sem bara lýsir svona eins og sólin okkar til dæmis að eftir 100 skriljón, trilljón, billjón leið og vísindamenn fara að tala svona skriljón, billjón, trilljón, billjón, þá veist það er að ljúga. Að hvernig getur það ljós frá einhverju sól, bara eins og okkar sól komið bara sem punktur á himinhvolfi hjá okkur? Þú ert bara samsæriskenningarsmiður. Þú bara trúir því ásturinn að tungli sig úr ásti, sko. Þú ert bara fáiði. Já, ég var ekki að tala það, skilur. Já, þú bara hatar vísindamenn. Nei, ég hata ekki heimst fólk, sko. Jú, þú ert bara á móti vísindum. Nei, ég var að lýsa því á það, en ég fannst þetta flott tilraun hjá þau með leysirinn, sko, til að sjá hvort að yfirborðið væri flatt, sko. Nei, þú er bara, nei, bara þú. Þetta er svona, þetta eru gæðin af rökræðum við vísindamenn. Hún er cirka á þessum level. Ja, þú bara trúir ekki að CO2 sé bara drepa okkur. Nei, ég trúi því ekki. CO2 er maturinn fyrir plöntur. Bara, veist, og þær þurfa að vera miklu meira CO2. Þess vegna sér allar gróðurhúsabændur á Íslandi að kaupa CO2 í stórum stíl til þess að pumpa inn í gróðurhúsinu þessar. Ja, þetta er bara einhverju samsæriskenningar. Já, ég er bara ekki að hlusta á því. Og þið sáu þið mitt á Vísir í dag, falska fréttir, falskur fréttamiðill tala falska fréttir. Þeir voru að segja fólki ekki hlusta á hina fjölmiðlana, sko. Það er þeirra að ljúga þér. Einmitt. Það er bara augljósa lýr á daglega. Hverjum einastum degi. Það er bara þetta er psyop, þetta, veist. Ég meina, við höfum farið með þessum fjölmiðlum í gegnum öll þessi stríð sem hafa verið frá því ég fæddist, sko. Þeir ljúga daginn út og daginn inn. Ég meina það, ég nenni ekki að tala með þér. En ég hef verið með kenningar byggðar á mín megin rannsóknum. Veist, ég er bara að horfa á heiminn og reyna að skilja þetta allt. Og hérna, ég er á því að við sjáum skýin, hvernig það myndast svona lína undir skýjum og síðan púffaði svona upp
Ég birti mynd af þessu einhvern tímann, kannski séð þetta. Að ef þú horfir á þessa línu undir skýjunum, þá virðist þetta vera eins og eitthvað sem að flýtur á vatni eða einhverjum vökva og síðan púffast upp. Þetta finnst mér rosalega merkilegu punktur, sko. Og við vitum að flest þetta, sko, þeir sem að, sko, í upphafi var orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Sko, rúnir eru orðagaldur. Ég hef nú gaman að vera með einhverja rúnasérfræðinga en að tala galdur rúnanna. Að og sko, eins og ég hef sagt, Truman Showið byggir á orðum. Og til þess að geta rökstutt glæpastarfsemi sína hefur elítan alla tíð verið í svona andbögum eða rökleysu fræðum, sko. Og alltaf niðurstaðan úr þeirra rökleysu ranti alltaf að þeir eru masters of the universe, sko. Og allir hinir bara, hann ræður vist bara þessi, og svo ég bara að fylgja því, sko. Það það sem þeir eru alltaf að gera. Alltaf. Og við lesum gamlar sögur að því þegar að Faraó, til dæmis veldi Faraó, byggði upp á þeirri einföldu staðreynd að það var einhver Faraó-vitringurinn sem fattaði það að hann gat með bara bókfara hjá sér flóð og fjöru í Nílarflóði, það var cirka 7 ára fresti, þaðan kemur kannski talan 7, heilaga talan 7. Held að þeir hafa komist að því að á 7 ára fresti kom flóð, sko. Og þetta var þekking sem þeir heldur leyndir. Og svo byrjuðu þeir að bullshitta, sko, já, ef þið borgið okkur ekki skatta, þá kemur flóð næsta ár. Þeir nýttu sér þetta til þess að stjórna fólki. Að sko, þetta náttúrulega bara eðlilegasti hlutur, það er bara einhver náttúru mekanismi sem bara 7 ára flestum drullast vatnið einhvern veginn meira. Og sama með sólina og alla sólguðspælingarnar og sólarkrappið, sko. Að þar voru menn búin að reikna út það að tunglinu stýrt fyrir sólina. Það einhverju vissu millibili. Og þeir voru búin að komast að því hvenær þetta var og síðan sögðu, já, til þess að Guð elski ykkur og láti sólina koma áfram, þá þurfið þið að greiða okkur skatta. Og svo var fólk eitthvað múður, nei, ekki að borga ykkur skatta, þeir eru bara halvvitar. Og svo síðan, já, það verður skilaboð frá Guði að ef þið borgið ekki skatta þá mun hann sverta sólina á morgun klukkan 3. Og allir bara fuck that, sólin hættir ekkert að skína. Saman hvað þú segir, Hálfur, svo bara daginn eftir þá bara kom tunglmyrkvinn, sko, sólin bara þá bara já, við borgum skatta, við skulum borga skatta, ok, ekki láta sólina hverfa aftur. Þetta sama tækni og notuð í CO2 söfnunum, sko. Þetta sömu heimskingin. Og fólkið sem mest heimst þetta vísindasamfélag. Sem bara, þetta sama trikkið, sko. Það alveg vitað að veður breytist. Það vita það allir. Og þeir eru ekki búin að telja að trúa að því að þú borgar ekki skatta þá breytist veðrið einhvern veginn öðruvísi. Jálfur, hámennta fólk að tala fyrir þessu. Eða mennta, háheimskað. Menntun heimska. Því meiri menntun sem þú ert með, því meiri heimska hefur. Og þetta sama taktíkin. Nákvæmlega sama taktíkin. Sko fyrst komu þeir og sögðu, ég las nú rantið hans Hjörleifs Guttormssonar, þvílíkur fáviti maður. Það bara, hann nú heldur betur búinn að fá hottintott á til hans inn fyrir það rugl allt saman.
þá var hann að tala fyrir ísöld. Það mun kólna í heiminum ef við borgum ekki skatta af eldsneyti, þá mun verða ísöld. Svo skipti prestastéttin skoðun og sagði, það er að hlýna, hlýna. Og þá byrjaði prestin bara, já, nú mun jörðin hlýna nema þeir borgi skatta. Og þá, þannig kaupmannahafnar fundinu munið, þá fóru menn að spyrja, hvernig reiknuðu þetta út? Hvernig munið hockeystick grafið? Veist, hvernig reiknuðu þetta út? Vísindi eru opin, þannig að ef þú ert að gera einhver rannsókn, þá ert að birta hann opinberlega til þess að sýna fram á útreikningana þína. Þessir fávita, þessu er bara nei. Við erum ekki að leggja hérna margar ára að vinna í einhverju vísindarannsóknir svo þið getið bara fengið þar til þess að snúta þau. Þannig er þessi vísindi sem þeir kalla vísindi, sem er alltaf trúarhreyfing. Og hérna meira segja Frosti Logason sagði við mig að global warming væri raunveruleiki eða þetta climate skam allt saman. Að þar voru þeir spurðir, þeir voru að sýna gögnin, nei, við ætlum ekki að sýna gögn. Og svo var einn gaur þarna sem sagði 99% vísindamanna hafa sagt að global warming er vandamála manna völdum. Og með svo því að sýnda okkur hvernig þú komst það að sér niðurstu. Nei, ég ætla ekki að sýna ykkur neitt. Og svo fór bara einhver, tók sér til og hakkaði tölvunans og birti allt þetta rugl hans á vefnum, þessar vísindalegu rannsóknir. Þá var þetta bara eitthvað sem hann var að gera svona heima hjá sér. Hann bara las fullt af greinum og það sem var að túlka bara minnsta einhver vísindamaður hefði áhyggjur af einhverju veðri eða eitthvað, þá túlkaði það bara að hann væri að skrifa undir allt þetta á Sameinuðu þjóðunum. Og bara, þú veist, og það kom í ljós að allar hitatölur voru falsaðar og það fullt af veðurstöðum inn í þessu sem eru bara ekki til. Þetta er bara allt lygi. Og ennþá er fólk, meira að segja ráðherra á Íslandi, að koma fram og með lög út af þessu. Veðrið hefur alltaf breyst og mun alltaf breytast. Já, svo þannig að hættu með hérna global warming, nú er það global weather change, global climate change, já. Já, þið verðið að greiða okkur skatta, annars mun veðrið breytast. Ef þið borgið okkur ekki skatta, þá mun veðrið breytast meira. Það viljum við ekki. Og maður eins og Frosti Logason er að tala fyrir þessu opinberlega í útvarpinu. Nei, þú ert bara, nei, þú veist ekki, þú ert bara hlustar á YouTube. Já, og Martana. Já, YouTube er bara heimska. Nei, YouTube er miðill. Það er reyndar fyrir utan það að er að gera eituáhopna árás á okkur, þá er þetta fyndið. Ég geri undanskilnað frá þessu að þú ferð að fá alls konar hósta fljótlega, þú munt fá öndunarfæris vandamál og þú munt fara að fá mikið af höfuðverkjum, sérstaklega hérna upp í nasarhólunum og jafnvel fara að blæða mikið úr nösum hjá þér. Og þið sjáum mun fleiri að þessu sturlaða ráðafólki sem við þurfum að fara að skoða með lífsþróf á. Að þau munu vera með alls konar svona leiksýningar og eins og þetta Alzheimer fluff og þessi hérna krabbameinssjúklingur sem er að drukkna í reikningnum og rottumýtlur einhverjar. Það verður alveg fullt af svona stöndum til þess að rugla þig með að vera að eitra fyrir þér og drepa þig. Og ég á reynda von á einhverjum meiriháttar fölskum fána eins og var í Noregi. Ég var einn af þeim sem á Scandinavian Report sem talaði þá aðgerð niður.
Muni kettlinguna eða stelpudrusluna sem var dregin alla leið frá Afríku þegar hún var með ebólu og svo var í einni myndinni var gaur með klippborðið leikstýra og eftir að það kom fram þá kom þessi unga stúlka sem var smituð með ebóla bara slaupandi fram á blaðamann eins og af handboltaæfingu. Já, ég bara ætla að fara aftur til Afríku. Það er svo gaman í ebólunni, sko. En byrju, það er ekki. Hún munið alla í búningunum hana. Kafarabúningunum hérna, big bloathead hálfvitarnir sem voru að fara með hann á spítalan og bara, það er ebóla, þetta er ebóla. Allir í svona sinnepsgrænum eða svona ebólugrænum vinnubúningum eitthvað bara og svo hérna ég meina fuck it ef hún er með svona bráðsmitandi vírus sem allar að drepa alla heimsbyggðina akkur þurft hún ekki að veist akkur bara mætti hún á blaðamannafund og bara allir þar og engin vörn og ekkert vesen sko og pabbennar blaðamaður á Aftenpostin sem sagðist að já, við ætlum ekki að birta neina lygafrétti núna 1. apríl sko af því að fólk hægt að treysta okkur þið birti lygafréttir allar daga það er ekki bara 1. apríl, það er alltaf og hérna og pabbinn já, hún er frábært að hún er búin að jafna sig og svona æðislegt sko, það er bara svona 5 mínútur síðan og hún jafnaði sig svona rétt slapp frá dauðast dyrum og bara hristi af sér ebóluna, bara frábært, já, bara svona 5 mínútur síðan. Já, hörðu, og það er svo gaman að hún ætlar að fara aftur til Afríku. Hún er svo dugleg. Allir vísinda heimskingjarnir á Íslandi bara, já, hún er svo dugleg þessi stelpa. Hún ætlar aftur til Afríku og sleikja ebólu. Já, hún ætlar að fara aftur. Þú veist, þetta lið í heilbrigðisgeiranum og löggugeiranum og valdstjórnar plebbanir eru allir hálfvitar. Allir. Algjörir heimskingjar. Og hérna, það er spurning hvort það þarf að fara að beita heimskurofi. Nei, við erum ekkert að taka þetta fólk að lífi, við erum að rjúfa heimskuna. Já, ertu á móti því að rjúfa heimsku, ertu hlynntur heimsku? Sennilega, það er self-evident að flestir velja heimsku. Því miður. En þú hefur allavega visku til þess að horfa á randið í mér, sem er náttúrulega sem er mjög jákvætt. Og sýnir að þú ert að leita að raunveruleikanum. Ég veit ekkert sannleikann, sko. Sannleikurinn byggir á síendurteknum legum. Já, það var eitt sem ég ætlaði að segja þetta áður en að ég hérna tek við framlögum áður en við förum í samskot. Sko, þegar ég hlustaði eins og Davíð Æg og Will Cox, hvað hann heitir litli mjói dútinn og Jordan Maxwell og allt þetta lið þá og svo bara vísindamenn eða þetta eins og ég var að hlusta á hana Skrúju og allt þetta lið Harmageddurnar og allt þetta að fólk gefur sér alltaf ákveðna hluti sem fasta að DNA sé raunverulegt að galaxíin séu til, að space sé til, að þetta sé allt svona hinsegin, en það hefur ekkert fyrir sér í því nema bara sem einhver annar sagði og en endilega segið mér hvort ykkur finnist að snákurinn eigi að sitja í fangelsi eða nágranninn. En endilega ef þið viljið styðja frjálst rand þá megið þið styðja Frelsi TV, það er linkur undir stuðningsknappur og bankareikningurinn minn íslenski ef þið viljið leggja inn á það og það er YouTube ákvað að loka á þessa $2 sem ég var að þéna frá upphafi
ensku rásunum minn. Þannig að ég í rosa sjokki yfir því. Núna bara strax svo ég fer live kemur tilkynning bara nei, ég ætlum ekki að sitja nefnir auglýsingar á þér og fáið. Og og þetta engin ritskoðun. Að það væri voðalega vinsælt ef það væri hægt að taka ykkur samskot í þetta starf. Og menn til að muni að styðja líka Guðjón Reynberg. Það mjög gott það sem hann að gera, sko. En svo var líka ekki það ég sé eitthvað að kvarta undan samstarfinu við meistara Guðjón Reynberg, en það væri gaman að fá einhvern, og ég veit að Guðjón myndi örugglega vera til í það líka, að fá einhvern einn enn svona á okkar kaliberi. Það virðist ekki vera í boði. Ég ætlaði reyndar að vera með, það gerðist í síðasta mánuði. Ég hættur að taka viðtöl við konur. Það bara, það var líka önnur útlendskelling sem ég tók viðtal við á ensku rásinni. Hún byrjaði að senda hérna post, bara, blokkar vídeo, takt út vídeo. Þannig að ef að konur ætla að koma hér á Frelsi TV, þá mun sá þáttur heita Píkulykt. Eða Píkulyktin. Og það óþolandi. Þegar maður í ykkur svona, það bara stendur maður við það sem maður segir og það bara Það bara þannig. Lætur ekki einhverja tilfinningar spila með sig. En allavega munið að styðja gott starf og þið alltaf velkomin aftur. Það verður live, það verður djúpkoðum klukkan 6 á íslenskum tíma. Og það svolítið langt síðan við Guðjón hefur spjallað. Hann með mjög marga nýja púnta, sko, sem eru spennandi, og hann hefur heyrt eitthvað frá mér. Og það má búast við langri djúpkoðun. Þannig að munið að taka með ykkur næringu í æð sem kostar 20 skall pókinn, en 15 € að sitja saman. Og megi halda áfram að blessa ykkur. El Shaddai.